Komið sæl, gleðilegt sumar og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 28. apríl er 4. sunnudagur eftir páska. Þema dagsins er að vaxa í trú. Í lexíunni er frásögnin af því þegar Abraham rak Hagar út í eyðimörkina með son sinn. Í píslunum stendur að við skulum trúa á nafn Jesú Krists og elska hvert annað, samkvæmt því sem hann hefur gefið okkur boðorð Og í Guðspjallinu segir Jesús, ég er sá sem ég er og að ég geri ekkert einn og sér. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Þema í dag er að vaxa í trú. Fjöldi frásagna í Biblíunni er af ýmiss konar ósætti, afbrýðisemi og illum áformum eða lýsa viðbrögðum manna í hinum ýmsu aðstæðum. Lexían sem er löng lesning rakti frásögnina þegar Sara kona Abrahams lét hann reka ambáttina Hagar með soninn Ísmael burt og ekki aðeins burt heldur rak hann þau út í eyðimörkina. Guð hafði lofað Abraham að hann yrði ættfaðir fjölda þjóða. Þetta loforð efndi Guð ekki fyrr en Abraham og Sara voru orðin háöldruð og orðin úrkula vonar að eignast afkomanda. Sara hafði gefið Abraham ambáttina Hagar og hann eignaðist soninn Ísmael með henni. Já, við eigum oft erfitt með að bíða eftir bænheyslu og reynum að leysa málin sjálf. En málin vöndust þegar Sara háöldruð eignaðist soninn Ísak. Og við getum lesið í textanum að Sara vildi Hagar og Ísmael burt af afbrýðisemi. Þó frásögnin segja að hún vildi Ísmael burt, því hún vildi ekki að hann tæki arf með Ísaki. Þetta féll Abraham þungt, en Guð sagði honum að hlýða Söru. Afkomendur hans yrðu kenndir við Ísak. Og Guð sagði að hann myndi einnig gera Ísmael að mikilli þjóð. Þessa sögu ætlum við aðeins að skoða. Þegar Hagar var komin í þrot í eyðimörkinni og vissum að ekkert nema dauðinn biði hennar og Ísmaels, þá mætti Guð henni, opnaði augu hennar fyrir vatnslind sem var nærri og Guð lofaði Hagar að hann myndi gera Ísmael að mikilli þjóð. Guð heyrði hróp hennar en hebreska merkingin á nafni Ísmaels er Guð heyrir. Þarna erum við með frásögn þar sem Guð lofar báðum sonum Abrahams að þeir verði ættfeður mikilla þjóða. Þó er ekki tekið fram hvaða þjóða eða hvað það feli í sér. Í þessari frásögn sér Páll postuli tákmyndir. Hann skrifar í Galatabréfinu að í óeiginlegri merkingu tákni konurnar tvo sáttmála. Hagar var ambátt eða þræll og tákmynd þeirra að leita réttlætingar Guðs fyrir að halda lögmálið, en Sara var frjáls og táknar náð Guðs. Annar sáttmálinn elur börn til ánauðar, sá er frá Sínaífjalli, boðorðin 10 og lögmálið, en Hagar merkir Sínaí í Arabíu. Þessi sáttmáli samsvarar Jerúsalem á jörðu, skrifa Páll, því að hún er í ánauð, en hinn sáttmálinn við frjálsu konuna Söru og soninn sem var fæddur samkvæmt fyrirheiti, samsvarar hinni nýju Jerúsalem sem er á himnum, borginni helgu og fyrirheitinu bústað í ríki Guðs eilífð. Guð sagði að Abraham yrði ættfaðir fjölda þjóða og að báðir synir hans yrðu ættfeður mikilla þjóða.
Hér þarf mikil þjóð ekki að tákna valdamikla eða sterka þjóð. Það getur einfaldlega táknað mikinn fjölda einstaklinga. En afkomendur Abrahams verða sem stjörnur á himni og sandur á sjávarströndu. Það er sama hvað við lesum í hinni heilögu ritningu, allstaðar er myndmál sem talar til okkar og myndmáli setur upp andstæður sem hvetur okkur til íhugunar. Ekkert er eins einfalt og það sýnist. Kristnir menn þekkja vel sögurnar ættfeðurna Abraham, Ísak og Jakob en við þekkjum síður sögu Ísmaels. Þó Hagar og Ísmael hafi verið rekin á brott, þá virðist það ekki hafa skapað óvild eða hatur á milli þeirra hálfbræðra. Og eitthvað samband hefur haldist því bæði Ísak og Ísmael voru viðstaddir þegar Abraham var jarðsettur. Lexían í dag endar á því að Hagar sem var egypsk hafi tekið konu frá Egyptalandi fyrir Ísmael. Og síðan getum við lesið að Guð hafi blessað Ísmael og lofað honum frjósemi. Ísmael eignaðist 12 syni sem urðu höfðingjar 12 ættflokka, eins og Jakob, sonur Ísaks. Synir Ísmaels settust að fyrir austan Egyptaland, það er á Norður-Arabíuskaganum, en þaðan telja menn íslamska trú uppruna. Ég er ekki nógu fróð til að geta sagt til það hvort heitið Íslam sé komið af nafninu Ísmael, en þetta eru nokkuð lík nöfn. Þó nokkur þekkt nöfn og sögur úr biblíunni okkar eru líka í Kóraninum. Til dæmis eru þar sögur af Abraham, Ísak, Ísmael og Jesú. Múslimar hafa eignað sér Ísmael sem forföður og í þeirra trúarritum segir Guð Abraham að fórna Ísmael en ekki Ísaki. Og Mekka er sögð staðsett þar sem vatnsuppspretta opnaðist í eyðimörkinni við fætur Ísmaels þegar hann og Hagar voru að deyja úr þorsta. Miklir ættflokkar koma bæði frá Ísaki og Ísmael, en eins og Guð sagði við Abraham, þá eru afkomendur hans kenndir við Ísak, son frjálsu konunnar, soninn sem var getinn samkvæmt fyrirheiti Guðs, og Guð bauð Abraham að fórna. Sagan segir frá angist Abrahams yfir því að þurfa að fórna syni sínum, en lýsir fyrir okkur angist Guðs yfir fórn Jesú. Já, frelsið er dýrmætt en eins og við vitum þá hafa ekki allir frelsi til að velja. Pétur postuli skrifar til kristinna safnaða í litlu Asíu. Þið eruð frjálsir menn, notið frelsið til að þjóna Guði en ekki til að hylja vonsku. Virðið alla menn og elskið samfélag þeirra sem trúa, óttist Guð, heiðrið keisaran. Kristin trú býður upp á frelsi og val hvers einstaklings og skiptir þá engu inn í hvaða trúarumhverfi fólk fæðist. Frelsi býður upp á fjölbreytileika án árekstra. Ísmael og Ísak voru ekki óvinir þó mæðrum þeirra hafi sinnast og við getum séð það sem áminningu til okkar að við þurfum ekki að erfa og viðhalda deilum annarra. Páll taldi Ísmael, soninn sem var fæddur í ánauð, tákna gyðinga fædda undir lögmáli. Því á hans tíma var íslam ekki inn í myndinni. En túlkun Páls má heimfæra á alla þá sem lifa undir trúarlegum höftum, alla sem færa fórnir af skyldurækni í því skyni að þóknast Guði sínum og lifa í ótta við refsingu Guðsins.
Í Galatabréfinu skrifar Páll: við vitum að maðurinn réttlætist ekki af lögmálsverkum heldur fyrir trú á Jesú Krist. Trú sem við tökum af fúsum og frjálsum vilja. Þessari trú viljum við leyfa að vaxa og dafna því að hún gefur hjartanu fyllingu, veitir hugarró, gefur styrk á erfiðum tímum og magnar gleði og kærleik hjartans. Þema dagsins er að vaxa í trú. Vöxtur í trú og ótti við refsingu Guðsins eiga ekki samleið. Vöxtur trúarinnar á sér aðeins stað þegar trúin í hjartanu nærist á kærleiksríku samfélagi í kirkjunni og þeirri fullvissu að Guð sé góður, umvefji þig, verndi og blessi. Söfnuður blómstrar þegar kærleikurinn er nærður og menn stilla saman strengi í því skyni að lyfta nafni frelsarans upp. Frelsi þýðir ekki einræði heldur samráð, samtal og samvinnu og aðgerðir í friði og sátt, einingu og kærleika. Við eigum máltækið sannleikurinn gerir þig frjálsan. Já, þó það geti kostað átök að bera hann fram. Frelsi má ekki verða að ánauð annars. Ánauð ber ekki trúan ávöxt. Ánauð leiðir af sér skyldurækin verk sem eru einungis framkvæmt til að sleppa við refsingu. Guð gaf okkur frelsi til að velja og hafna og veljum við að ganga með honum, þá vex trú okkar í samræmi við þá næringu sem við gefum henni. Því það er okkar val að leyfa Guði að hafa áhrif á okkur þegar við tilengum okkur boðskapinn. Við lærum að treysta hans forsjá, tökum orð hans til okkar og reynum eftir fremsta megni að lifa samkvæmt boði hans, það er að segja í náunga kærleika. Því Jesús gaf okkur eitt boðorð, að elska Guð og elska náungan. Ef við elskum hvert annað þá er Guð í okkur og kærleikur hans er fullkomnaður í okkur. Guð gefur aðeins góð ráð og hann er friðarins Guð og hinn kristni kærleikur vísar veginn. Þess vegna getur ófriður aldrei verið frá Guði. Í pistli dagsins stendur: elskum ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Því þetta er hans boðorð, að við skulum trúa á nafn sonar hans Jesú Krists og elska hvert annað. Já, þema dagsins er að vaxa í trú. Að vaxa í trú er að vaxa í kærleika. Ég sagði frá afbrýðisemi Söru til Hagar í lexíunni. Afbrýðisemi sem leiddi til þess að Hagar var hrakin burt og hefði geta farist í eyðimörkinni. En Guð mætti henni í neyð hennar á örlaga stundu. Guð heyrir áköll okkar og Guð svarar, því Guð er hinn mikli kærleikur. Páll postuli lagði mikla áherslu á kærleikan og sagði hann uppfylla lögmálið, því að kærleikurinn gerir ekki náunganum mein. Og í hinum velþekkta óði til kærleikans skrifar Páll: nú varir trú, von og kærleikur, þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. Kærleikurinn þjappar fólki saman, hann sundrar ekki. Kærleikurinn elur af sér samvinnu, samheldni og einingu. Kærleikurinn skapar frið, gefur frelsi og vellíðan, því að kærleikurinn kemur frá Guði. Og í því birtist kærleikur Guðs til okkar, að hann elskaði okkur fyrst og sendi son sinn til þess að gefa okkur nýtt líf. Þiggjum þessa gjöf, sýnum náunganum kærleika og endurgjöldum ást Guðs. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig
og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.